Bæjarráðs. Það var fundur númer 1339 og hann var haldinn fimmtudaginn 25. janúar síðastliðinn og ég gef orðið laust. Sigrún Pálsdóttir. Já, ágæti forseti. Þú talar að allir vegir séu færir hér í Mosfellsbæ í dag. Á fundin eins og ég. Vegna þess að á gangstéttum í Mosfellsbæ því lík hálka að ég bara efast ekki að fjöldi fólks á eftir að brjóta sig í dag. En það samt gott að aðrir vegir skuli vera færir og ég tek til máls hér undir fyrsta lið. Það vinnureglur, umsagnir við ráðningar. Og þetta minnisblað sem var lagt fram og á síðasta fundi eða þar síðasta fundi bæjarráðs var samþykkt að breyta vinnureglunum til samræmis við minnisblað sem lá fyrir fundinum. Íbúahreyfingin gerði þá eina athugasemd og það var varðandi ráðningu bæjarlögmanns af því að bæjarlögmaður hann er svona lykil starfsmaður hjá sveitarfélaginu og hefur bara lykil hlutverk að gegna í stjórnsýslunni og líka bara gagnvart kjörnum fulltrúum sveitarfélagsins. Þá finnst okkur við hæfi að ráðning hans heyri beint undir fjölskipaða bæjarstjórn. Og íbúahreyfingin leggur hér fram þá tillögu og þetta er rökstuðninguna. Bæjarlögmaður er lykilstarfsmaður sem hefur veigamiklu hlutverk að gegna fyrir sveitarfélagi og í tengslum við úrvinnslu mála innan stjórnsýslunnar og stuðning við bæjarfulltrúa. Þessi staðsetning embættisins í skipulagi Mosfellsbæjar er liður í að efla fagligt sjálfstæði bæjarlögmanns. Já, Tóbiðum orðið. Já. Forseti, ég kem hérna upp undir sama málið og náttúrulega bregðast við þessari tillögu bæjarfulltrúa íbúahreyfingarinnar. Ástæðan fyrir því að það hefur verið að yfirfara og endurskoða þessar vinnureglur umsóknar og ráðningar starfsmanna bæjarins eru þær að þær voru orðnar úreltar vegna breytinga á riti að skipulagi bæjarins og hefði raun og verið alltaf verið búið að uppfæra þær fyrir einhverju síðan en það hefði nú reynilega farið fyrir hér í alríki dagsins. Þessar reglur eru þannig byggðar að það eru framkvæmdastjórar sviða sem eru ráðnir ásamt bæjarstjóra sem eru ráðnir af bæjarstjórn. Aðrir embættismenn sem ekki eru bara ráðnir beint af viðkomandi framkvæmdastjórum eða bæjarstjóra eru þá ráðnir á grundvelli staðfestingar bæjarráðs og kynningar í viðkomandi nefndum. Í því tilfelli þá er það að ræða forstöðumenn stoðdeilda, þar að segja forstöðumenn þjónustu- og samskiptadeildar, fjármálastjóra eða forstöðumenn fjármáladeildar og mannauðsstjóra eða forstöðumenn mannauðsdeildar. Lögmaður bæjarins, starfið heitir það, lögmaður bæjarins. Það heyrir undir forstöðumann þjónustu- og samskiptadeildar og ég sé engin rök fyrir því að það eigi að vera með einhverjum öðrum hætti það varðar ráðningu þess aðilega heldur þann sem er undir hann sem er yfirmaður hans. Það væri með öllu óeðlilegt í mínum huga að undirmaður væri ráðinn af bæjarstjórn en yfirmaður að staðfesta bæjarráði. Þannig að ég tel að þessar vinnureglur sem eru samdar af mannauðsstjóra séu bara skynsamlegar og í takt við skipulagi og legg til að þessi tillaga verði felld. Sigrún Pálsdóttir, gjörðu svo vel. Ég verður undir málinu. Já, ágæti forseti, mig langar að benda á að í lögunum
þá er talað að lykilstarfsmenn sveitarfélaga þeir skuli ráðnir beint af bæjarstjórn, fjölskipaðri bæjarstjórn, og af því að þetta er lykilhlutverk starf bæjarlögmanns, það hefur gífurlega mikil áhrif á ákvarðanir og niðurstöður sem við komumst að hérna, bæði í stjórnsýslunni og í bæjarstjórn, og þess vegna þykir okkur rétt að staðsetja bæjarlögmann þarna. Já, eru fleiri bæjarfulltrúar sem vilja ræða þetta mál? Þetta nummer 1. Þá er nú líklega rétt að græða atkvæði tillögu sem liggur hér fyrir. Kannski fórseti, bara, maður gerir athugasemdir úr stól, sko, starfsheiti er ekki bæjarlögmaður, þannig ef að tillagan orðast þannig þá þarf hann kannski að breyta henni. Starfsheiti, það er lögmaður bæjarins. Lögmaður Mosfellsbæjar er starfið. Já. Skiptir ekki máli. En tillagan, kannski að fá að heyra tillöguna? Já, ég er búin að senda ykkur á. Já. Ég skal lesa hana. Hann Arnar, fundarritari, mun þá bara lesa tillögun upp. Til að emlista íbúðarhreyfingarinnar, bæjarstjórn Mosfellsbæjar samþykkir að ráðning bæjarlögmanns heyri framvegis beint undir fjölskipaða bæjarstjórn. Bæjarlögmaður er lykilstarfsmaður sem hefur veigamiklu hlutverk að gegna fyrir sveitarfélagið og í tengslum við úrvinnslu mála innan stjórnsýslunnar og stuðning við bæjarfulltrúa. Umrædd staðsetning embættisins í skipriti Mosfellsbæjar er liður í að efla faglegt sjálfstæði bæjarlögmanns. Já, þannig heyrðum við tillögun og þannig er hún. Tillaga frá fulltrúa M-lista. Þeir sem samþykja þessa tillögu eru bennir rétt upp hönd. Þeir sem eru á móti eru bennir rétt upp hönd. Hún er felld með 8 atkvæðum gegn 1. Þá er umræðum þennan lið lokið, en orðið er þá laust önnur mál. Það voru reyndar einungis 3 mál á dagskrá. Enginn kveður sér hljóðs, þá er umræðum lokið þessa fundargerð og þá sem staðfesta hana, eins og einstök mál verið með sér, er þetta rétt upp hönd. Hún er staðfest og samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er það fundargerð Bæjarráðs Mosfellsbæjar hinn síðari. Það verður tekið til umfjöllunar á þessu fundi. Það var fundur, hann var númer 1340 og haldinn 1. febrúar síðastliðinn. Ég gef orðið laust. Sigrún Pálsdóttir, gjörðu svo vel. Já, ágæti forseti. Ég kem hér fram undir máli nummer 2 umsóknum lóð undir atvinnuhúsnæði. Á fundi bæjarráðs nummer 1340 var samþykkt með 3 atkvæðum að fela bæjarstjóra að ræða við bréfritara og að erindi yrði sent til skipulagsnefndar til upplýsingar. Og í þessi máli er það þannig að það verktaki sem er að óska eftir lóð undir lítið fyrirtæki, og í erindinu er bent á að samkvæmt skipulagi séu atvinnulóðir í Mosfellsbæ flestar yfir 2000 fermetrar að stærð og það henti illa litlum fyrirtækjum. Og það er ástæðan fyrir því að þessu er líka að erindinu var líka vísað til skipulagsnefndarinnar, þessi athugasemd hans. En ég fór nú að skoða þetta og komst að því að 99,8% fyrirtækja á Íslandi eru lítil og meðalstór. Þar af eru 90% fyrirtækja með færri en 10 starfsmenn, eða sem sagt örfyrirtæki. Hlutdeild lítilla fyrirtækja með 10 til 50 starfsmenn er 7% og meðalstóra fyrirtækja
tæplega 2%. Það er sem sagt á milli 50 og 250. Og okkur íbúahreyfingunni, okkur finnst ástæða til að bregðast við þessu í skipulagi. Af því að það er ansi stór biti fyrir lítil fyrirtæki að þurfa að kaupa 2000 fermetra lóð undir starfsemi sína. En þessar upplýsingar sem ég var að gefa hérna, þær eru sem sagt, þær eru teknar úr skýrslum sem að viðskiptara hefur látið vinna. Já, Bryndís Haraldsdóttir, þú ert næsta maður frá, gjörðu svo vel. Leyfi forseti, ég ætla að taka til máls um þessu sama máli. Nú þekki ég svo sem þetta mál ekki neitt fyrir utan það bréf sem birtist hér undir í fundagáttinni, þar sem að bréfritarar telja að of stórar lóðir séu skipulagðar hér fyrir atvinnustarfsemi í Mosfellsbæ. Og ég efast ekki að það sé satt og rétt sem að bæjarfulltrúi Sigrún Pálsdóttir talar hér fjölda lítilla og meðalstóra fyrirtækja, og það er auðvitað mjög mikilvægt fyrir íslenskt atvinnulíf að hér séu fjöldi lítilla og meðalstóra fyrirtækja. En það er samt kannski ekki endilega samasemmerki þar á milli að þá eigi að skipuleggja athafnasvæði eða iðnaðarsvæði eða eitthvað með litlum lóðum. Ekki frekar en fjölskylda sem er kannski bara með eitt barn kaupir lóð til að byggja yfir sig. Þá er fólk oft í fjölbýlishúsum og kaupir íbúð sem hentar. Þannig að skipulagi sem slíkt, þó að lóðirnar séu stórar og húsin kannski stærri, þá geta verið lítil og meðalstór fyrirtæki í þessum húsum. Þeim er þá oft skipt upp í einhver bil eða eitthvað þess háttar, ekkert ósvipað og gerist bara í fjölbýlishúsi. Ég tel að þau athafnasvæði sem við erum með í dag séu svo sem ágætlega skipulögð, örugglega er alltaf hægt að gera eitthvað betur, en ég myndi þó vara við því að fara í leiðangur sem gengur út á það að minnka lóðirnar. Þá nýtast lóðirnar væntanlega, svæðin væntanlega minna. Það verður þá líklega meira en vegi og malbygg og annað sem kostnað bæjarins sem því fylgir. Það er líka svona varðandi bara útlit og umgengni svæðin, að þau séu svolítið vel skipulögð, vel afmörkuð, hvar eru girðingar, hvar eru gróðurbelti, hvar eru gangstéttar og annað þess háttar. Og við eigum svo sem athafnasvæði, Flugumýri, þar sem eru húsnæði í mjög misjafnri stærð, bæði svona tiltölulega minni og eitthvað stærri, og þar eru þetta fullt af fyrirtækjum, jafnvel þó að séu stærri hús. En við höfum mikið rætt það inn í skipulagsnefnd þegar við erum að ræða núna desemberina, og eins höfum við fengið óskir svona einhverja aðlögun upp á Leirvogstungummelum, að það sé mjög mikilvægt að deiliskipulagsskilmálarnir séu þannig úr garði gerðir að það sé mjög svona, hvað ég að segja, strangur rammi er varðar frágang og útlit. Vegna þess að það er nú bara þannig, þó að ég efast ekki að margir sem að eiga lóður upp í Flugumýri og reka þar fyrirtæki og þeir eru að geyma alls konar dót á lóðum sínum og þetta er örugglega allt gull og gersemar og sem tengist þeirra starfsemi, að þá er nú samt mjög margir sem finnst svona umgengnin þetta svæði ekki nægilega góð, heilt yfir. Og þegar kemur á því að það í íbúabyggð að vera í námundavitorðinu, þá skiptir þetta máli. Þannig að ég held að við eigum frekar að horfa til þess að ef við hyggjumst gera einhverja breytingar á deiliskipulagsskilmálum að fara enn frekar yfir það. Hvernig getum við tryggt að allt útlit og frágangur sé með besta móti. Og ég held að stærð fyrirtækja eða fjöldi þeirra fermetra sem að fyrirtæki þurfi undir sig fara ekkert endilega saman með skipulögu byggingar. Það er hægt að byggja stórt hús og það geta verið fjölda minni fyrirtækja. Já, Sigrún, gjörðu svo vel. Já, ágæti forseti, ég þakka formanni skipulagsnefndar fyrir greinargóða yfirferð og bíð bara spennt eftir því að nefndin taki þetta mál upp á sína arma og skoði í hörkur hvað er nú til í þessu og hvað ekki. Já, orðið er ennþá laust fundargerð bæjarráðs frá 1. febrúar. Nú, mér langar að gefa sjálf mér orðið hérna og ræða mál 6.
sem heitir einfaldlega Hlégarður og það nafn þekkjum við nú allir Mosfellingar og fleiri. Þetta var reyndar á dagskrá beggja þessara bæjar ráðsfunda. Það að mínu viti mikil tímamót í sögu Hlégarðs á ýmsa vegu eða nokkra vegu. Fyrsta lagi að renna út samningur eftir tæpa mánuð eða nokkra vikur við núverandi rekstrarhafa og spurning hvernig því verði framhaldið. Það var reyndar, svo ég vitni nú í fundargerðina, samþykkt með öllum breyttum atkvæðum á þessu bæjarráðsfundi að fela bæjarstjóra að leita samninga við leigutaka Hlégarðs viðauka við gildandi leigusamning og framlengja samningstíma til ársloka 2018 og í niðurstöðu hjá bæjarráði segir líka þá menningarmálanefnd falið að hefja vinnu við stefnumörkun fyrir Hlégarð og það svona hinn hliðin af málinu eða það að segja að það ýmislegt sem að þarf að skoða er æskilegt eða skynsamlegt að skoða sambandi við Hlégarð og framtíð Hlégarðs sem félagsheimilis eða menningarhús eða hvað sem við köllum það. Hús með mikla sögu og bestastaði í bænum og gefur mikla möguleika. En það held að umræðin á þessum var mjög góð umræða á þessum tveimur bæjarráðsfundum og það alveg samhljómur hjá öllum sem þar töluðu að það sé gott að ræða við hefja stefnumörkun og reyndar fundaði bæjarráð með menningarmálanefnd sérstaklega og það vilji til þess að hefja stefnumörkun og ég held að það sé mjög gott. Hvert viljum við láta Hlégarð stefna eða hvert stefnum við með Hlégarð? Hvernig verður það nýtt í framtíðinni? Þarf að breyta því? Hverju má breyta? Hlégarð hefur nú verið breytt eða byggt við að nokkrum sinnum og hvernig fara slíka breytingar fram þannig að þjóni sem best notkunargildi þessa ágæta félagsheimilis. Er þetta aðlaga Hlégarð að því að þetta vera með sýningar þarna, myndlistarsýningar, leiklistarsýningar, tónleika og svo framvegis. Þetta allt góðar og gildar spurningar og ég held að það sé bara rétt lending og stöðan að heilum hug sem að var ákvörðun sem var tekin á þessum bæjarráðsfundi sem við erum að ræða hérna. Það að segja bæjarráðsfundinum sem haldinn var 1. febrúar að fyrsta lagi að framlengja gildandi leigusamningi og síðan að menningarmálanefnd hefji vinnu við stefnumörkun fyrir Hlégarð. Og ég vona það að sú stefnumörkun verði svolítið ötul og treysti menningarmálanefnd fullkomlega til þess, haldi utan það. Því það ýmsar spurningar sem koma upp þegar sú vinna fer af stað. Þetta var sérstaklega niðurstaðan sem að bæjarráði og ég held að það hafi verið mjög skynsamleg. Því allir viljum við nú vera Hlégarð sem mestan og bestan fyrir allt samfélagið hér í Mosfellsbæ. Já, Sigrún, þú ert búin að biðja orðið, gjörðu svo vel. Varst þú með? Já, ég var bara svo, var ekki að fylgjast með sem fundarstjóri. Anna Sigríður, þú ert öndin, það er vottur af því. Gjörðu svo vel, síðan kemur Sigrún. Já, forseti, ég kem upp hér undir sama máli, það er Hlégarði. Tek undir með forseta, hérna tala það að það hefur verið haldinn hér góður fundur, samráðsfundur, menningarmálanefndar og bæjarráðs framtíð Hlégarðs. Það er ánægjuefni að niðurstaðan hafi verið sú að það eigi að hefja stefnumótunarvinnu framhald þá starfsemi sem við viljum sjá í Hlégarði í framtíðinni. Við höfum tekið umræðum málefni Hlégarðs hérna á bæjarstjórnarfundi, það eru nokkru bæjarstjórnarfundi síðan, þar sem kom fram að allir bæjarfulltrúar voru mjög áfram að vilja veg hans sem mestan og bestan með kannski smá áherslubreytingum milli bæjarfulltrúa en allir höfðu
höfðu mikla skoðanir á þessu máli. Ég held að við séum komin á bara dálítið góðan stað núna. Reyndar hefði ég viljað eins og ég lýst á þessum fundi, ég hefði viljað að þessi vinna hefði farið af stað fyrir ári síðan þegar að var vitað að samningur rynni út á ári liðnu. Það þýðir ekki að tala um það, þýðir ekki að dvelja við það núna. Það er búið að ákveða þessi stefnumótun fara af stað. Það er margt sem fara að velta og er hægt að velta upp þar. Við höfum í mínum flokki talað fyrir því að Hlégarður verði menningarmiðstöð sveitarfélagsins. Það voru fyrir einhverjum árum síðan uppi hugmyndir breytingar sem hægt er að draga úr og einhverja teikningar voru gerðar skilst mér, að draga þær upp fyrir nefndina til að skoða. Nefndin þarf að íhuga hvers konar starf sem hægt að rúmast í þessu húsi. Erum við að tala um húsnæði fyrir listaskólann, erum við að tala um húsnæði fyrir leikfélagið, erum við að tala um húsnæði fyrir bara hefðbundnar málverkasýningar. Það er svo margt sem að liggur þarna undir og ég er bara að fagna því að við séum að fara af stað og hvetja til þess að lappirnar verði ekki dregnar og þessi stefnumótun að vinna á vegum menningarmálanefndar, hún farið af stað því fyrsta og ég ætla að minna á það líka að við tölum um þá þeim fundi. Ég sagði þá ég hef engin andmæli við því að þessi vinna, þetta verður mikil vinna fyrir menningarmálanefnd og vegna þess að tíminn er ekkert allt of langur. Þannig að menningarmálanefnd mun kannski þurfa að funda oftar en fundaáætlunin segir fyrir núna og mér heyrist allavega fólk svona janka því. Þannig að ég gerir bara fastlega ráð fyrir því að það verði sett trukk í þetta núna í menningarmálanefndinni og við þurfum að sjá kannski með vorunni einhverja mynd á því hvaða hugmyndir koma fram sem sagt fyrir okkur þá til þess að taka afstöðu til og kynna og gera það sem við ákveðum að gera þá í eitthvað svona samráðsferli. Takk. Já, Sigrún, gjörðu svo vel. Já, ágæti forseti, framtíð Hlégarðs er náttúrulega mjög stórt og mikið verkefni og ég er alveg sammála því að það hefði náttúrulega átt að fara út í að skoða þetta fyrr en ég held að ef að við virkjum fleiri til þess að taka þátt í þessu verkefni þá gangi líka vinnan betur og þá verður líka valið á tillögum meira og á fundi bæjarráðs í síðustu viku lagði íbúahreyfingin fram eða það síðustu fram tillögu þess efnis að bæjarráð samþykkti að halda íbúafund framtíðarrekstur Hlégarðs. Fundurinn er hugsaður sem hluti af endurskoðun stefnu starfsemi hússins. Menningarmálanefnd og þróunar- og ferðamálanefnd og ég legg mikla áherslu á það hafi veg og vanda af verkefninu og úrvinnslu og niðurstöðum fundarins sem efnt verður til í samstarfi við listamenn, félagasamtök og aðila í menningarstjórnun. Þessari tillögu henni var vísað til menningarmálanefndar en það er alveg ljóst að Hlégarður hann gegnir mjög veigamiklu hlutverki með Mosfellsbæ. Hér er ekkert menningarhús en hann er hugsaður upphaflega til dæmis sem leikhús. Það er alltaf hörgull á húsnæði fyrir litla leikhópa hérna á höfuðborgarsvæðinu og það til dæmis gæti verið eitt af þessum hlutverkum sem að hann gæti sinnt, Hlégarður. Síðan eru uppi stórar fyrir áætlanir uppbyggingu ferðaþjónustu, byggja hérna hótel og laða ferðamenn í Mosfellsbæ. Það þyrfti að flétta framtíðaráformum Hlégarð inn í það verkefni og þess vegna var líka lagt til
að þróunar- og ferðamálanefnd hefði fengið þetta verkefni. Það mjög mikilvægt þegar að verið að ákveða hvaða starfsemi á að vera í menningarhúsi að menningarvitar samfélagsins fá að vera með í ráðum, ekki bara pólitíkusar. Það og þess vegna bara vil ég ítreka þessa tillögu að það verði strax farið í það að fá sem flest að borðinu, fá fólk sem líklegt til að vera með góðar hugmyndir starfsemina og líka væntanlega fjármálafrömið til þess að hjálpa til við að búa til fýsilegar tillögur fyrir rekstur hússins vegna þess að það náttúrulega mikilvægt þó að menningarhús séu aldrei bara á vegum þó að menningarhús standi ekki undir sér þá mikilvægt að og sveitarfélögin þurfa að borga með þeim þá samt mikilvægt að það sé starfsemi sem að líka einhver arður af. Já, Bryndís Haraldsdóttir, gjörðu vel. Já, forseti, ég stenst ekki mátið að koma hérna upp undir þessum ágæta lið og lýsi ánægju með þessa afgreiðslu bæjarráðs á málefnum Hlégarðs. Það að segja að leita samninga við núverandi leigutaka áframhaldandi samstarfs en á sama tíma menningarmálin hefji vinnu við stefnumörkun fyrir Hlégarð. Og það rétt eins og framkom í máli hér bæjarfulltrúa á undan mér að þetta hefur nú verið rætt hér áður á bæjarstjórnarfundum. Og ég verð nú eiginlega að viðurkenna að mér líður svona aðeins eins og við séum farin svolítið hring í umræðinni og þá er ég nú ekki að meina milli funda heldur milli ára eða jafnvel áratug aftur í tímann því að eins og framkomi í máli bæjarfulltrúa Önnu Sigríðar Guðnadóttur að ég held að þá eru þetta til tillögur framtíð Hlégarðs og það var farið hér í heilmikla vinnu hvað það varðar. Og ég tek þá líka bara undir það að ég held að sé skynsamlegast að ný menningarmálanefnd, örugglega fæstir sem í menningarmálanefnd sitja núna komi að þeirri vinnu á sínu tíma, dusti bara rykið af þeim tillögum og fari yfir það hvort að það standist tímans tönn eða þurfi að gera einhverja aðlaganir eða breytingar á því. Ég meina það bara gott mál að halda einhvern íbúafundi eða menningarmálanefnd getur haldið opinn fund eins og þeim ber að gera einu svona ári og rætt sérstaklega málefni Hlégarðs. Ég held líka að það getur bara verið skynsamlegt að menningarmálanefnd fái annaðhvort til sín gesti á slíkan fund, opinn eða lokaðan, sem að svona starfa hér að menningarmálum í sveitarfélaginu. En mér langar þó að ítreka þá skoðun mína að mér finnst að sveitarfélagið eigi nú fyrst og fremst að horfa á grunnþjónustuna og það sem okkur ber lagaskylda til að sinna, sem eru auðvitað fyrst og fremst hér skólar og leikskólar, æskulýðsstarf, samgöngur og annað þess háttar. Menningarmál styð ég heils hugar og það sjálfsagt að hér höldum við utan það og sjáum til þess að hér geti svona vaxið og dafnað ákveðin menningarstarfsemi. En það svolítið fín lína þegar kemur að húsnæði sem á að leigja út til alls konar starfsemi, veitingareksturs eða eitthvað þess háttar sem bara á samkeppnismarkaði. Og þess vegna vil ég bara brýna okkur öll hér til að stíga varlega til jarðar þegar við verkum fyrir okkur slíkum hugmyndum og sveitarfélagið hefur að mínu mati ekkert að gera í það að reka einhvers konar opið hús sem leigt út til ráðstefnuhalds eða ýmsa tónlistarviðburða, kaffihús, veitingastæði eitthvað þess aftur. Það eru bara einkaaðilar miklu færari til þess og ég reyndar á þeirri skoðun að það geti bara hreinlega verið brotið í bága við samkeppnislög ef við værum í slíku. Og alveg eins og var ágætlega farið hér yfir í minnisblaði í tengslum við þetta mál þá þarf að horfa til þess og þá þarf að bjóða út rekstur ef einhver slíkur rekstur á að vera í húsinu sem getur mjög vel farið saman með menningarstarfsemi. Þannig að ég vildi bara nota tækifæri og koma þessum sjónarmiðum mínum á framfæri og ítreka það ég held að sé skynsamlegast svona í ljósi þess að töluvert bæði vinna og peningar sett í vinnu varðandi Hlégarð fyrir einhverjum árum síðan að það sé skynsamlegt að dusta rykið af þeim tillögum. Þar var líka verið að horfa til dæmis á viðbyggingar og bæjarleikhús og annað þess háttar og áður en við kannski förum að setja heilmikla vinnu og peninga í að
koma fram með alveg nýjar hugmyndir þá er ástæða til þess að fara yfir þær hugmyndir sem þá voru uppi og sjá hvort að þær séu kannski bara alveg ágættar og hafi staðið sér bara tíma sæmilega. Já, Hafsteinn Pálsson, til ég vera næstan. Forseti, varðandi þetta mál þá er búið að samþykkja að fela menningarmálanefnd að fara og vinna að stefnumótuninni og ég legg til að við treystum þeim til þessa verkefnis og tel ekki þörf á því að við séum að setja þeim fyrir hér á þessum tímapunkti. Ég held að það sé eðlilegt að við ræðum þá við fulltrú okkar í nefndinni ef við viljum koma einhverjum skilaboðum á framfæri. En fyrst og síðast þá erum við að treysta þeim kjörnu nefndir sem við höfum okkur til ráðgjafar til þess að undirbúa máli fyrir okkur og vona okkur auðnist að halda okkur við það. Takk. Anna Sigríður Gunnardóttir, gjörðu. Forseti, bara örstutt hérna vegna ræðu bæjarfulltrúa Bryndísar Haraldsdóttur. Ég held, sko, nú get ég ekki talað fyrir hönd allra bæjarfulltrúa sem tjáðu sig þegar við vorum að ræða þessum málum daginn, en það er alveg ljóst, sko, í okkar huga að bærinn er aldrei að fara út í starfsemi sem er á samkeppnismarkaði. Þegar að tala um að bærinn kannski reki húsið, þá er að reki starfsemi sem er ekki í samkeppni við einhver aðra starfsemi hér innan bæjar. Því að ég veit ekki alveg, sko, ég skildi hana þannig eins og þetta hefði verið einhver umræða hér. Ég kannast ekki við það, en get ekki lofað því að það hefði einhver aðra en ég og hinn bæjarfulltrúi Samfylkingarinnar sagt það. En það er náttúrulega alveg ljóst að bærinn getur ekki verið í samkeppnisstarfsemi eins og veitingasölu inn í svona húsi, eftir því sem ég skil málið. Já, bara tjá mína, sko. Sigrún? Sigrún, gjörðu svo vel. Það er ekki þess. Já, ágæti forseti. Ég ákvað nú að koma hérna upp undir þessari eftir þessa hápólitísku yfirlýsingu fulltrúa D-lista Bryndísar Haraldsdóttur. Sko, þetta kemur ekkert á óvart að Bryndís stilli þessu upp sem einhverju samkeppnismáli. Ég veit til dæmis, fyrir nokkrum árum þá var einn þingmaður Sjálfstæðisflokksins sem lagði til að listamannalaun yrðu lögð niður. Það er einhvern veginn allt að fara á bremsuna, allavega seinni tíma Sjálfstæðisflokkur. Ég þekki það frá fyrri tíð að svo var ekki, en svona seinni tíma Sjálfstæðismenn, þeir eru ekkert svona að reyna að styrkja stoðir menningarinnar. En það er bara mjög mikilvægt að hægt sé að halda úti góðri menningarstarfsemi í Hlégarði og það heyrir náttúrulega, það er náttúrulega ekki annað hægt heldur en að vera samhliða. Ef maður ætlar að vera með einhver almennilega menningarstarfsemi í húsinu, að það sé að fá samhliða veitingarekstur. Það er bara ein af forsendunum fyrir því að húsi geti rekið sig og líka og hjálpa til. Ég bent á það þegar við vorum að ræða þetta hérna daginn að það er náttúrulega ekki með auðan Garðakresja í Mosfellsbæ þegar það kemur að veitingastarfsemi. Við erum núna komið með golfskálann. Mosfellsbær á náttúrulega stóran þátt í því að hægt var að byggja þennan golfskála. Mosfellsbær greiðir háar fjárhæðir í þennan rekstur, þannig að Mosfellsbær færi þá í samkeppni við sjálfa sig. En sem sagt, þessi umræða samkeppnina, hún náttúrulega kemur fram í minnisblaðinu sem hann Arnar kynnti fyrir okkur á fundinu með menningarmálana. En þetta er bara, það verður að hugsa ef að starfsemi
Hlékast þarf að hugsa, það þarf hafa heildarsýn þegar að fara út í að reka. Það bara mikil þörf á því og það líka bara mælikvarðinn. Ég ætla bara að benda ykkur á, við skrifum hérna í íbúðarhreyfingunni greinum framtíð Hlékars í Mosfelling sem heitir Framtíð Hlékars og það farið yfir tilganginn með byggingu þessara húsa. Ef við lítum til nágranna sveitarfélagana þá hafa þau byggt til þess bæði Kópavogur, Hafnarfjörður, Reykjavík og meira að segja í Garðabæ tónlistarsalur. Það í Kópavogi stórt safn, í Hafnarfirði Gaflaraleikhúsið og Bæjarbíó og hinn á þessi hús sem eru rekin fyrir menningarstarfsemi með stuðningi sveitarfélaga. Og við bara getum ekki ein staðið á hliðarlínunni. Við þurfum til þess að geta talist samfélag meðal samfélag eða sveitarfélag meðal sveitarfélag, þá þurfum við bara að rækta þetta líka. Vegna þess til dæmis að tónlistin, hún bara leikur mjög stórt hlutverk í hagkerfinu hérna og meira að segja kvikmyndagerðin og svo framvegis. Bryndís, hvað svo? Já, forseti, ég held reyndar að ræða mín hér áðan hafi alveg talað sínu máli og þar var ég bara að tala það hvað ég held að við ættum að leggja fyrst og fremst áherslu á, en ég fór líka yfir það að mér finnst menningin mjög mikilvæg fyrir Mosfellsbæ og það alveg sjálfsagt að Mosfellsbær styðji að því að hér geti verið gróskumikið menningarstarf. Ég bara ítrekaði þá afstöðu mína, ég vil að sé farið mjög varlega þegar kemur að ýmsum samkeppnisrekstri sem kann að blanda slíkri starfsemi. Og þess vegna ég meðal annars hlynnt þessari tillögu sem hér að það sé haldið áfram að gera samning við einhverja aðila sem sjá rekstur á húsinu. Og það í rauninni bara svo skoðun sem ég að ítreka hér. Ég var ekkert að gera neinum öðrum upp einhverja aðra skoðun eða gera einhverjum upp að ætla að fara í samkeppni á markað eitthvað þess aftar. Ég bara einfaldlega að lýsa þessari afstöðu minni og skoðun. Mér finnst mikilvægt að það sé horft mjög varlega á þetta og það bara mjög glæsileg menningarmannvirki sem rekin hér í sveitarfélögunum í kringum okkur og það hefur bara gengið býsna vel. En þar líka slíkur rekstur alltaf boðinn út og ég vildi bara ítreka þessa afstöðu mína. En svo bara óska ég menningarmálanefnd góðs gengis í þessu starfi sínu en það líka allt í lagi að bæjarfulltrúar tjáu sig hér og segja hverju hugur þeirra og menningarmálanefnd mögulega kannski hlustar á það umræðu og tekur það til sín þegar þeir fara yfir þetta mál. Já, ég ætla nú að taka sjálfur aðeins aftur til máls. En búið að segja flesta sem þetta segja þetta mál. Ég tek undir orð Hafsteins hérna áðan að málið alveg í þessum fasta farvegi á forræði menningarmálanefndar sem fer með málefni Hlékars og mun vinna vonandi bara hratt og vel og ef það þarf að hafa aukafund eða hvað sem við kallum það eða íbúafund þá tel ég bara gott að það verði gert og það ýmis horn að nýta og það búið að tala hér minnst á eldri tillögur og það þarf endilega að draga þar fram. Bara tvennt að lokum, menning getur verið dýr, hún skilar sér í andlegu verðmætum meðal annars og menningar og hús eins og Hlégarður það seint standa undir sér að koma til ára sinna og allt viðhald dýrt og það var nú sagt hérna áðan á þessum ræðustóli að hér væri ekkert menningarhús. Ég held að það sé einmitt menningarhús hérna í Mosfellsbæ og það hús heitir Hlégarður. Nú, fleiri hafa ekki kvatt sér hljóð þetta mál. Þetta var 7. mál í seinni fundargerð bæjarráðs. Vilja bæjarfulltrúar ræða einhver önnur mál í þessari fundargerð? Ef svo ekki, þá umræðum lokið þessa fundargerð og ég bið þá að rétta upp hönd sem samþykkja hana eins og einstök mál bera með sér. Hún samþykkt með 9 atkvæðum. Þá komið að fundargerðum einstakra nefnda.
það voru hérna, 3 fundargerðir. Það er fræðslunefnd og skipulagsnefnd og ungmennaráð. Við tökum fræðslunefndina fyrst. Hún hélt fund 31. janúar. Og Anna Sigríður, þú hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Forseti, ég tek til máls undir fyrsta lið í fundargerðinni sem fjallar þjónustukönnun sveitarfélaga 2017. Það kemur fram í þessari könnun að ánægja með starf leikskóla er mun meiri en hvað varðar grunnskólan. Þeir sem eru frekar eða mjög óánægðir með leikskólan eru 7% fjöldans, en óánægjutalan fyrir grunnskólan er 15%, eða ríflega 100% hærri en hvað varðar leikskólan. Það verður náttúrulega seint hægt að gera svo öllum líki, ég gerir mig grein fyrir því, en þessi tala, 15% þeirra sem eiga börn á grunnskólaaldri, segir okkur að eitthvað er að í grunnskólanum sem þarf og verður að taka á. Vandinn er að könnunin segir okkur ekkert hvað það er sem veldur þessari óánægju, hvar skórinn kreppir í raun og veru. Það getur verið aðstaða, það getur verið matur, það getur verið ónóg sérfræðiþjónusta, það getur verið leiksvæði, þrengsli, við höfum ekki hugmynd það. Við vitum bara að fólk lýsir sig, að þetta háa hlutfall segist vera frekar eða mjög óánægt. Þannig að spurningarnir í könnuninni, þær eru of almennar og yfirborðskenndar sem veldur því að úr niðurstöðu könnunarinnar er ekki hægt að lesa neitt leiðarvísi hverju starfi skólana þurfa að taka á eða hvernig þetta að gera. Fræðslunefnd bókaði eftirfarandi á sínu fundi með leyfi forseta kynning á þjónustukönnun sveitarfélaga frá 2017 kynnt, fræðslunefnd beinir því til fræðslu og frístundasviðs að kynna könnunina fyrir stofnunum sviðsins. Nefndin beinir því samsagt til fræðslusviðs að kynna niðurstöðurnar fyrir stofnunum sviðsins og nefndin tekur þarna afar vægt til orða að mér finnst og hún felur sviðinu ekki að vinna nánar á könnuninni eða leita leiða til úrbóta, óska eftir tillögum sem síðan eru teknar til umræðu í nefndinni heldur beinir hún því kurteislega til sviðsins að kynna niðurstöðurnar. Þessi bókun fræðslunefndar, hún lýsir því kannski best hvað þessu könnun gerir lítið fyrir skólastarf í bænum eða fyrir það eftirlitshlutverk nefndarinnar sem lýst í 3. grein samþykktar fræðslunefnd sem hljóðar svo með leyfi forseta. Hlutverk nefndarinnar er að leggja mat á þá þjónustu sem veitt er á vegum sveitarfélagsins í fræðslumálum með tölulegum upplýsingum og könnunum á meðal bæjarbúa. Einnig að fjalla þær kvartanir sem berast vegna þjónustuna. Niðurstaða þeirra könnunar sem við höfum nú í höndunum er yfirborðskennd og hún er ómarkviss og lítt afgerandi og hjálpar okkur ekkert við að leggja mat á eða bæta þjónustu grunnskólana. Það er ljóst að talsverð óánægja til staðar sem þarf að kortleggja til að hægt sé að bregðast við og bæta úr svo skólastarf í Mosfellsbæ blómstri. Og það er best gert með því að nýta það fjármuni sem bærinn setur í skoðanakannanir í markvissa könnun meðal þeirra sem í raun nýta þjónustu skólana og finna þannig út hvar skórinn kreppir og hvar úrbóta tækifæri eru til þess að gera skólana okkar enn betri og efla ánægju með það starf sem það hlutur. Já, Harður, næstur, Björnsvörn. Það er líka nýtt að Nei, getur verið að ég kemur bara eftir. Já, þú líka þá að ræða þetta sama mál. Þjónustukönnun meðal sveitarfélaga. Hún er gerð meðal 19 stærstu sveitarfélagana af Gallup. Þetta er ekki könnun sem að sveitarfélagar sjálf standa fyrir. Heldur frumkvæðisverkefni þessa fyrirtækis Gallups sem að sérhæfir sig í skoðanakönnun. Þessi könnun er gerð til þess að mæla svona almenna ánægju eða almenna óánægju íbúa sveitarfélaga eða gefa vísbendingar kannski frekar að segja almenna ánægju eða almenna óánægju með sveitarfélagi eða staðinn sem það býr á.
og gerði í nokkrum málaflokkum. Mosfellsbær hefur og kemur almennt séð mjög vel út úr þessum könnun. Almenn ánægja með Mosfellsbæ sem stað til að búa á mjög mikil. Þessari könnun var 91% bæjarbúa ánægð eða mjög ánægð með Mosfellsbæ sem stað til að búa á. Vorum þar í öðru sæti. Öllum reyndar eitt síðan árun áður. Við höfum verið að flakka á milli þess að vera í 3., 2. eða 1. sæti í þessari almennu spurningu. Síðan líka spurt ýmsa málaflokka sem að svona með einum öðrum hætti heyra undir rekstur sveitarfélaga. Það spurt til að mynda sorpurðir, það spurt gæði umhverfisins, það spurt skipulagsmál, það spurt grunnskóla og leikskóla sem þetta kom fram og einhvern fleira. Ég get alveg tekið undir það að þetta sýnir ekki mjög nákvæmt stöðu þessara tilteknu málaflokka, enda könnunin ekki sett upp eða gerð til þess. En þetta gefur samt vísbendingar. Það gefur vísbendingar viðhorf, kannski ímynd og kannski einhverju leyti upplifun og svo einhverju leyti upplifun sem raunveruleg atriði sem að verið að spyrja Það vekur til dæmis athygli mína hvað þessa könnun varðar varðandi grunnskólana að þar til dæmis ánægja þeirra sem að með börn á grunnskólaaldri, því að það kom fram hjá bæjarfulltrúanum að það verið að spyrja fólk sem var með börn á grunnskólaaldri, það verið að spyrja allar bæjarbúa, sumir þeirra með börn á grunnskólaaldri, aðrir ekki, en það sundurgreint í könnunni hvort ánægja sé meiri eða minni hjá þeim sem með börn á grunnskólaaldri þar sem að nýta þjónustuna. Og þar kemur fram að þeir sem með börn á grunnskólaaldri, ánægja þeirra meiri, og meira segja mætti segja mun meiri, heldur þeirra sem ekki með börn á grunnskólaaldri. Það gefur ákveðnar vísbendingar og þetta sé hugsanlega einhverju leyti svona upplifun eða ímynd, og það líka mikilvægt fyrir okkur að ímynd okkar þjónustustofnana sé góð, þar að segja að almennt séð upplifi íbúar bæjarins góða þjónustu í okkar stofnunum og það sé byggt á því að hún sé það. Mér finnst það áhyggjuefni að niðurstaða hvað varðar þjónustu grunnskólana hafi farið lækkandi milli ára. Ég var ekkert sérstaklega stoltur af þeirri niðurstöðu svo sem heldur árið á undan, það sé fyrir árið 2016, þó við værum þar yfir meðaltali, en þetta eini þátturinn sem að Mosfellsbær mælist undir meðaltali í þessari þjónustu, og það bara hlutur sem við þurfum að taka alvarlega. Þetta mjög mikilvæg þjónusta, ein mikilvægsta þjónusta sem sveitarfélög veita, og þetta gefur okkur einhverjar vísbendingar annars vegar það megi eitthvað bæta í skólanum okkar og það megi líka bæta orðspor þeirra og umtalið í kringum það. Og mér finnst að fræðslunefnd hafi farið ágætlega með það mál. Þetta náttúrulega fyrst og fremst eitthvað sem þarf þá að ræða milli stjórnenda skólana og þeirra skrifstofu og þeirra stjórnunarreiningar sem fer með þessi mál, sem fræðslusviðið. Því var vísað í þann farveg. Þeir starfsmenn sem við treystum, eins og skólastjórar og framkvæmdastjóri fræðslusviðs og starfsmenn fræðslusviðs munu fara ofan í það og svo koma með þær niðurstöður eða ábendingar sem þarf þá að gera hvað varðar, hvort sem þarf að rannsaka eitthvað frekar, gera einhverja frekari kannanir eða hvað eina sem hægt að gera til að finna út úr því nánar hvað skóinn kreppir. Því að við viljum að skólarnir okkar séu í fremstu röð, ég reyndar til að þeir séu það, flestu leyti, örugglega má bæta eitthvað og slíkt, en við erum með góða skóla sem veita góða þjónustu, en við þurfum að vera vakandi fyrir svona vísbendingum. Þetta ekki einhver heilagur sannleikur, það enginn að halda því fram að þetta einhver heilagur sannleikur sem kemur þarna fram, en þetta vísbendingar sem okkur ber að taka alvarlega og fara ofan í og skoða, og ég tel að sé vera að gera það með þessari afgreiðslu nefndarinnar
Og sama hátt líka sko, þurfum við að viðhalda á öðrum stöðum, öðrum málaflokkum, þar sem við komum betur út og í sumum stöðum erum við í efsta sæti eða efstu sætum og við þurfum að viðhalda þeirri stöð okkar. Við viljum að í Mosfellsbæ sé gott að búa, eða helst best að búa og hér líði fólki sem allra best og fái sem allra bestu þjónustu. Það hlýtur að vera okkar markmið. Við þetta borð og starfsmanna bæjarins því að við erum öll að vinna fyrir samfélagið. Til þess erum við kjörin og þess vegna hefur við áhuga á því að vera hér væntanlega. Og þetta er eitt af því sem við þurfum að huga vel að, það eru grunnskólarnir og ég til að það sé bara í ágætisfarfi að gera það, en það mættar að kemur þá einhvers konar ábendingar eða eitthvað sem við þurfum þá að gera eða frekari rannsóknir sem að við treystum okkar góða starfsfólki til að vinna. Já, nú að 4 bæjarfulltrúar beðið orðið og Sigrún næst. Gjörðu svo vel. Já, og ágæti forseti. Já, forseti. Því miður er það svo að þessar Gallup-kannanir, það gefa ekki nægar vísbendingar hvað það er sem er að, en það eru vísbendingar að það er ýmislegt að. Og í því sambandi þá hefur náttúrulega fræðslunefnd sveitarfélagsins mjög mikilvægu hlutverki að gegna. Þetta er ekki bara málefni skólastjórnenda eða skólaráða, heldur þetta er líka málefni fræðslunefndar sem hefur lögum samkvæmt eftirlits hlutverki að gegna. Af þeirri ástæðu hef ég óskað eftir því að á næsta fundi fræðslunefndar sem verður 14. febrúar verði óánægja í grunnskólum í Mosfellsbæ tekin til umfjöllunar. Og það er ekki af ástæðulausu sem að ég er að leggja þetta til og ég bara vonast eftir mjög frjórri umræðu á fræðslunefndarfundi og bæjarstjórn fær síðan að vita meira málið. Já, Kolbrún Þorsteinsdóttir, þú ert næsta mandagsblóð, gjörðu svo vel. Ekki ánægði, þetta er stefnilega að ræða það. Já, forseti, ég vil ræða þetta sama mál þjónustukönnunina og niðurstöðurnar úr henni varðandi skólana okkar hér í Mosfellsbæ. Ég tek undir það er alltaf áhyggjuefni þegar að einhvers staðar lækka tölur. Því tölurnar hjá okkur hafa í langan tíma verið mjög háar og sem að hefur gefið mitt vísbendingum að hér væri málum í nokkuð góðu horfi. En þegar að svona birtist þá náttúrulega vill maður bregðast við og varðandi þessa bókun þegar málið var tekið fyrir í fræðslunefndinni þá náttúrulega er eðlilegt að málinu sé vísað til fræðslusviðsins áfram til frekari úrvinnslu og kynningar fyrir stofnunum, forstöðumenn stofnana, skólastjórum og fleirum. Þannig að þar byrjar þetta náttúrulega að sjálfsögðu allt saman. Og hvað svo sem okkur finnst þessar kannanir, hvort þær séu merkilegar eða ómerkilegar, þá er þetta allavega niðurstöður. Þetta er ein tegund af mörgum könnunum sem einhvers konar mælir sem við stingum hér niður og sjáum og fáum niðurstöður. Ég vil líka taka undir það að eins og kom fram í máli bæjarstjóra að við náttúrulega að sjálfsögðu ætlum að skoða þetta ofan í kjölinn og sjá hvað það er þegar svona vísbendingar komu upp, hvað það er sem er að valda þessari óánægju og hvað hægt er að gera. Við höfum ávallt gert það þegar við höfum komið illa út í einhverjum málaflokkum og þá hefur það verið skoðað. Það er ekkert nýtt að fara að gerast, við erum ekkert að fara að breyta út af því núna og sjálfsögðu gerum við það. Hvað aðferðir sem við beitum, það er aftur á móti annað mál. Við erum náttúrulega skólarnir okkar eru hér undir stöðugu eftirliti og fræðslunefndin mun að sjálfsögðu taka þetta mál til áframhaldandi skoðunar og fylgjast með því. Það er hennar hlutverk. Þetta kemur upp einhvert mál og að sjálfsögðu skoðum við það ofan í kjölinn. Í góðum bæ eiga að vera góðir skólar og það er okkar markmið. Takk. Já.
Þá er það Ólafur Ingi Óskarsson, gjörðu svo vel. Forseti, ég svona, þetta er svona heist svona, það ræður sem hér hefur fluttar að, þá svona finnst mér að við séum svolítið, kannski svona megin atriðum svolítið sammála. Þetta er svona kannski orðið svona frekar svona áherslumunur eða stigs, á því hvað frekar en stigsmunur. Ég held að það hefði, sko, það sem að þegar við vorum að tala og það var enginn sem talaði að þessi kannun væri ómerkileg. Og mér finnst það í sjálfu sér ekki. Þetta er kannski frekar spurning nýtingu á því fjármagni sem við erum að nota. Við teljum að þeim sé betur varið í markvissari kannanir og vissulega gefur þessi könnun ákveðna vísbendingu það að hlutirnir eru kannski ekki í eins góðu horfi eins og við vildum. Ég held að við viljum öll og sem bara það er alveg sammála, allir sammála það að við viljum að skólarnir séu góðir. Ég get alveg tekið undir að þeir eru örugglega góðir en þeir getur örugglega líka verið betri. Þannig að þetta er kannski frekar svona spurningum það var kannski ekki nógu ákveðið eða markviss bókun nefndarinnar um það hvað að setja þetta í ákveðnari farveg og það er eitthvað sem að ég finnst að nefndin hefði eiginlega átt að gera svona við lestur á skýrslunni eða þessari könnun og það kemur nú fram í þessu sko að óánægjan hjá þeim sem eru, hvort sem þeir eiga börn í skóla eða ekki, er jafn mikil eða 15%. Hins vegar er ánægjan, þar munar 3% stöðum, hvort er ánægð og það, ef ég man rétt að þá held ég að séu þeir sem eiga börn í skóla hvort ánægjan er 68%. Það finnst mér heldur ekki nógu hátt. Ég hefði viljað sjá þá ánægju meiri. Örugglega nokkuð þokkalega með þau í samanburði við aðra en við samt þó ekki vegna þess eins og bæjarstjórinn nefndi hér áðan þá er niðurstaðan í þessari könnun og þetta er kannski það sem við erum að skora lægst í könnunum. Það er bara tilmæli til að bæta, við þurfum bara einhenda okkur í það, fara að stað og skoða hvar vandinn liggur og laga. Takk fyrir. Já. Bryndís, þú er næst, gjörðu svo vel. Ég ætla að taka til máls undir þessu sama máli og það er auðvitað því ber að fagna að Mosfellsbær er enn og aftur í toppnum þegar kemur að því hvort að fólk sé ánægt með sveitarfélagið sitt. Við erum í öðru sæti núna og eftir hvað að setja þetta með því. Mátt ekki segja. Það hefur komið fram í fréttum, þannig ég má alveg segja það. Það hefur bara komið fram í fréttum því Seltjarnarnesbær hefur sagt vera í fyrsta sæti og við erum í öðru sæti og við höfum líka sagt það. Og eftir okkur í Garðabær, þeir hafa líka sagt það, í hvaða sæti þeir eru. En það er engin, sko, þetta er enga nýjar fréttir. Þessi sveitarfélög hafa verið í þessari topp 3 baráttu, ef að svona orði komast, í þessum toppsætum núna bara öll síðustu ár. Út af því að við erum hér að ræða þetta undir fundargerð fræðslunefndar sem var að taka máli upp þá bara tekið undir það sem að hér hefur komið fram að við viljum auðvitað vera í toppnum þar eins og allstaðar og við eigum að setja markið mjög hátt. Þetta er það sem skiptir held ég íbúa hér í bæjarfélagi hvað mestu máli. En það er ekki hægt að segja sko óánægja sé mikil í bænum með grunnskólana. Það væri rangt með farið ef að fólk ætlar að nálgast þetta með þeim hætti. En við viljum að sjálfsögða ánægja sig enn betri og viljum bara ekki bara ánægja og ímynd eins og verið er að mæla kannski hér í þessari könnun, heldur bara árangur líka og hvernig börnunum líður í skólanum og hvernig foreldrar meta þjónustum. En við höfum bara aðrar mælingar til að fara meira á dýptina ofan í það. Og hér erum við bara að tala um mælingu sem að þetta ágæta fyrirtæki hefur gert núna í fjölda ára sem að mælir okkur í mjög mörgum málaflokkum í samanburði við önnur sveitarfélög. Ég fyrir mitt leyti segi að mér finnst það bara að gefa okkur alveg heilmikið. Alveg heilmikið. Ég held að það sé bæði mjög gott fyrir okkur að vita það að íbúar eru hér almennt mjög ánægðir og við erum að fá toppeinkunn í því. Við erum líka að fá toppeinkunn í mörgum öðrum málum og hún myndi kannski ekki segja okkur svo mikið nema út að við getum borið það saman við önnur sveitarfélög. Þannig að út af því að hér kom fram í máli bæjarfulltrúa Samfylkingarinnar, þeir vildu gjarnan að þessum peningum væri varið í eitthvað annað. Það er enda málflutningur eins og heyrst hefur frá Samfylkingunni í Reykjavík að þeir vilja nota peningana í eitthvað annað. Og gera það.
Gera það? Já, gera það. Þetta er 500.000 krónur. Þetta er öðruvísi kannanir sem mæla ánægðin inn í skólanum. En við eigum að vera með það líka. Og ég hef við séum með það því oft hef ég svarað slíkum könnunum sem foreldri í skólanum. Og það eru ýmsar mælingar á gæði skólastarfsins. Það er annars vegar námsárangur og það er ánægja út frá könnunum sem gerðar eru með nemenda, með kennara og með foreldra. Og allt þetta eigum við að stúdera. Og það eru auðvitað verkefni fræðslunefndar fyrir okkar hönd að fara mjög vel yfir alla þessa þætti og sjá til þess að við séum bara með framúrskarandi skóla hérna í Mosfellsbæ. Sem ég held að við séum að mörgu leyti með, en leið og að koma fram svona vísbendingar eins og er hér, að við erum ekki lengur kannski í toppbaráttunni akkurat í þessum málaflokki, að þá er það bara sérstakt ágefnum við bara förum í það verkefni. Engin spurning með það og ég bara líka aðeins út af því við náttúrulega ræða þessa könnun svona almennt þó við séum hérna undir fræðslunefndinni, en mér finnst líka mjög áhugavert að sjá það hvaða þjónustu telur þú að sveitarfélagi þurfi helst að bæta. Og þá eru flestir sem svara þar samgöngumál. Það grunnskólar, það eru 13% sem segja það. Þannig að ég held að það sé, þetta er líka eitthvað sem við höfum að horfa á. Hvað eru bæjarbúarnir að benda okkur á, hvað er það helst sem þarf að bæta? Það eru samgöngumálin, það er sorphirðan, þó hún hafi nú fengið mjög háa einkunn í þessu. Það er líka grunnskólamálin, almenningssamgöngur, íþróttir og tómstundir og svona. Þú veist, auðvitað fer þetta yfir það, þetta er eitthvað sem við eigum líka að horfa á. Þannig að ég bara vil hvetja fræðslunefnd áfram í þeim störfum og ítreka það að það eru auðvitað aðrar kannanir sem að mæla kannski meira á dýptina það sem er framfer inn í skólunum og bara mikilvægt að nefndin fylgi þessu vel úr hlaði og ræði þetta bæði við sem sagt skólastjórnendur og svo þarf þetta líka að eiga einhverja frekar umræðu inn í skólasamfélaginu. Og í skólasamfélaginu þá er það ekki bara skólastjórnendur og kennari heldur eða líka foreldrar og raddir barnanna sjálfa. Þannig að það held ég að sé það sem þurfi að eiga sér stað þegar við ræðum það hver ánægja er með skólana okkar í sveitarfélaginu og hvar má bæta. Já, Kolbrún, þú næst, gjör svo vel. Takk forseti, ég vil koma leggja til máls undir þessu sama máli, taka til máls. Varðandi það að málinu sé þessa bókun, að fólk sé ekki alveg nógu ánægt með hana, þá náttúrulega eins og ég held að flestir hér við borðið átti sig á að þá þessi skólar eru málanna inn á fræðslusviðinu og þegar að svona vísbending kemur upp að það sjálfsögðu verið kafað ofan í málið og það er þegar byrjað. Þannig að við vitum alveg nákvæmlega að í stórum skólum þar sem er margt manninn og alls konar mál koma upp, að þá kannski þarf ekki mörg mál til að hrista upp í svoleiðis samfélagi þegar að í hinu daglega lífi skólans getur ýmislegt gerst og það er náttúrulega tekið bara mjög vel á þeim málum. Þannig að fannst eins og það vera í að því að ég kannski ekki segja það í að því en að sjálfsögðu er þetta mál sérfræðinga inn á fræðslusviðinu og fræðslunefndar og það kemur aldrei neitt annað til greina en að þetta mál verður tekið og umvafið þar inni á því sviði og skoðað ofan í kjölinn og ég segi bara því svo vinna er þegar byrjuð. Nú, já, Hafsteinn og síðan Þórhallur. Það eru tveir mannlega sko, Hafsteinn fyrst. 3. Og svo 3. Forseti. Bókunin gengur út á að kynna stofnunum sviðsins niðurstöður. Þegar það er ekki verið að tala um það að kynna þetta bara fyrir stjórnendum, heldur að kynna þetta fyrir stofnunum. Og þá er það í víðu samhengi. Og það er eðlilegt að það sé fyrsta skrefið að gera það. Það getur verið að það komi einhverja skýringar, einhverjar upplýsingar stöðu mála og sem geta haft áhrif á hver næstu skref vera í vinnslu málsins hjá sviðinu og hjá fræðslunefnd. Vildi bara koma þessu að þetta er eðlilegur farvegur að byrja með þessum hætti en mér fannst það, og þegar við vorum að ganga frá fundagerðinni í fræðslunefnd,
að það væri einhvern veginn sjálfgefið að það yrði framhald á. Og ef að það sé bara ljóst að það var allavega skilningur minn þegar að á fundinum að þetta væri bara fyrsta skrefið til þess að vinna með þetta mál og framhaldið á. Já, Anna Sigríður, þú ert með orðið, gjörðu svo vel. Forseti, þetta búin ágætis umræða hérna skólana sem eins og ég kom fram erum við náttúrulega öll saman það. Við viljum gera góða skóla betri og skólasamfélagi virkar og betra. Það ekki gagnrýnis punkturinn okkar. Það sem við erum að tala hvað þessi könnun gerir fyrir okkur hvað varðar að bæta skólan okkar. Og við segjum hún gerir ekki neitt. Mér langar aðeins að ég ætla að lesa hérna bóku sem við ætlum að leggja fram. Fundargerðir eru birtar og í fundargerðir stendur bara að það eigi að kynna þessa skýrslu og þegar maður kemur utan að þá les maður bara þá að kynna þessa skýrslu og ég held reyndar nei, ég ætla ekki að fara að spekla í hvað nefndu var að hugsa á fundi en og það ekkert sjálfgefið eins og bæjarfulltrúi Hafsteinn talaði eitthvað sé sjálfgefið, þú skrifar þú þarf að kynna skýrslu og þá sjálfgefið að það fara af stað ykkur vinnsla. Það ekki sjálfgefið fyrir þá sem lesa fundargerðina. Það kannski sjálfgefið fyrir þá sem sitja inn á fundunum en ekki fyrir þá sem lesa fundargerðina. Bara svo ég bregðist aðeins við innleggi bæjarfulltrúa Hafsteins. En við bæjarfulltrúa Samfylkingarinnar leggja fram bókun. Já, svo viljum við líka taka fram þó að bæjarfulltrúi Bryndís leiðrétti sig hér í pontu. Þá kom aldrei fram í okkar málum að nota peningana sem fara í þessa könnun í eitthvað annað. Það þarf að vanda sig náttúrulega þegar verið að vitna til orða fólks. Við viljum nota þetta til þess að gera markvissari kannanir sem að nýtast okkur betur í okkar samfélagi til að gera gott starf betra. Og finna hvað það og hvar sem skórinn kreppir. Og nú ætlum ég að fá að lesa þessa bókun. Bæjarfulltrúar Samfylkingarinnar lýsa áhyggjum sínum vegna þeirrar óánægju með grunnskóla bæjarins sem kemur fram í þjónustukönnun Capacent. Könnunin því miður þannig uppbyggð að hún veitir engar vísbendingar eða skilaboð hvað að og þar af leiðandi engan vegvísi hvernig skuli bregðast við. Niðurstöðurnar benda til þess að gera þurfi markvissa og ítarlega könnun meðal foreldra og skólabarna til að komast að því hvað valdi þessari niðurstöðu. Óskar til fundarlið? Já, það hefur verið óskar til fundarlið og það svo sem veit. Vildi gætna vilja fá þessa bókun senda? Já. Líka. Já, og við hefjum þá fund á nýju og erum að ræða hérna mál nr. 1 í fundargerð fræðslunefndar og Hafsteinn Pálsson, þú beðin orðið, gjörðu svo vel. Forseti, það hér bókun Vapp og D-lista sem hljóðar svo. Við fögnum því sérstaklega hversu vel Mosfellsbær kemur út úr árlegri þjónustukönnun Capacent en Mosfellsbær í öðru sæti þegar kemur að almennri ánægju íbúa. Mosfellsbær hefur áraraðir verið í fremstu röð sveitarfélaga í þessari könnun og því ber að fagna. Mosfellsbær hefur lengi verið í fararbroddi í nýsköpun í skólastarfi og kannanir meðal foreldra benda til almennar ánægju með skólan okkar. Það þó svo að einkunn okkar varðandi grunnskóla í umræðri könnun lækkar milli ára og það áhyggjuefni. Mikilvægt að hlusta sig á þessa niðurstöðu, kannanir meðal foreldra og kennara rýndar og sérfræðingur skólaskrifstofu og skólana falið að kanna hvar úrbóta þörf. Markmið okkar nú sem endranær að skólar í Mosfellsbæ séu í fremstu röð. Já, Sigurjón Pálsson, þú ert. Nei, þú ert að falla frá því að taka til máls. Nú, þá lít ég á að þessi liður sé fullræddur þessum fundi. Orðið ennþá veist þessa fundargerð, það voru 5 mál á dagskrá á fræðslunefnd á þessu sinni. Nú, engin hverju sem... Jú, ég ætla að fá... Gjörðu svo vel. Anna Sigríður Gunnardóttir, gjörðu svo vel. Forseti,
ég kem hérna upp undir öðru máli, tölulegar upplýsingar á fræðslusviði. Eins og málið tökum við fram hér á fundu þá markvisst verið að fylgjast með hérna fjölda skólabjarna, ekki bjarna, heldur barna. Skólabarna og hvað þau búa í hverfunum upp á hérna, sem sagt, og sérstaklega að byrja að fylgjast með þessu svona sérstaklega vel hérna samfæri því að uppbygging Helgafells hófst. Ég ger mig grein fyrir því að undir þessu liggur vinnugagn nefndarinnar í þessum tölulegu upplýsingum en mér langar til þess að sko eiginlega bara að spyrja hvort það væri ekki möguleiki að fyrstu 2 glærurnar sem liggja þarna undir að þær eru birtar með þessari fundargerð vegna þess að þær eru bara mjög upplýsandi fyrir bæjarbúa fjölda barna í leikskólum og grunnskólum í Mosfellsbæ. 3. glæran kannski, það er kannski óþarfi, þar er verið að greina meira niður og óþarfi að setja það, en þetta er eiginlega bara mín fyrirspurn vegna þess að ég líka hef fengið fyrirspurnir varðandi þennan lið fundargerðarinnar að fólk var að spyrja hvað er þarna undir og ég vil bara svona kannski spyrja, er eitthvað sem er í veginum fyrir því að birta þessu upplýsingar og kannski þá óska eftir því að nefndin ræði það á sínum vettvangi næst þegar tölurnar birtast. Já, Hafsteinn Pálsson, gjör svo vel. Forseti, þessar, eins og bæjarfulltrúar að þekkja, þá hefur þetta verið mánaðarlega tekið fyrir í fræðslunefnd að fylgjast með þessum tölulegum upplýsingum, þannig að þetta er alveg vaktað og hefur verið gert nú til margra mánaða og ég held að það sé rétt bara að þetta verði rætt á eins og Anna Sigríður fór fram á næsta fræðslunefndarfundi og það verði þá skoða hvort að það sé nokkuð sem að mæli gegn því að þessar fyrri glærur verði birtar og skjalinu verði þá í raun og veru skipt upp þannig að það sé hægt að birta það bara með fundargerðinni og það er þá kannski skoðað sérstaklega í aðdraganda þess fundar og en ég vil vekja athygli á því að þessar spár sem voru gerðar síðastliðið vor barnafjölda á þessu skólaári að við erum ekki ennþá börnin eru færri heldur en áætlanir eða svona þessar spár gerður ráð fyrir og jafnframt finnst að vera að vitna í þessar upplýsingar og þá er það mjög athyglisvert hvað árgangarnir sem eru í leikskólanum og eru að fara að koma upp í og færast upp í grunnskólan á næstu árum að það þarf að vera þó nokkuð mikil fjölgun barna í þessum árgangum til þess að þeir vera jafn stórir og þeir sem vera að færast út úr grunnskólan og þetta er mjög athyglisvert svona sérstaklega í ljósi þess að íbúafjölgunin var eða yfir 8% svona það eru vísbendingar til þess á síðasta ári að ársfjórðungstölurnar gefa það til kynna sem eru áætlaðar tölur og þá er að enga síður að þá eru barnafjöldin í hverjum árgangi í leikskólanum það eru mun færri börn þar fyrir árgang heldur eru að fara út úr grunnskólanum og þannig að segir kannski eitthvað aldursamsetninguna á þeim sem er að flytja inn í bæinn en það höfum kannski ekki rýnt ennþá að skoða þá dreifingu og vekur kannski upp spurningar það að það væri eitthvað sem að væri athyglisvert að gera og sjá hvernig aldursamsetningin er í bæjarfélaginu sem að stækka svona ört eins og okkar að gera og kallar kannski á það að við kíkjum á það. En þetta verður þó rætt á næsta fræðslunefndarfundi óbreyttu. Takk fyrir. Orðið er ennþá laust. Fundargerð fræðslunefndar.
Nú ekki kveður sér frekar hljóðs á umræðum lokið og ég byrði á rétt upp hönd sem að samþykja þessa fundargerð eins og einstök mál bera með sér. Hún samþykkt með 9 atkvæðum. Þá komið að skipulagsnefnd sem hélt fund 2. febrúar síðastliðinn. Sá fundur var númer 454. Ég gef orðið laust. Sigrún Pálsdóttir, gjörðu svo vel. Já, ágæti forseti, ég kem hér fram undir lið númer 3, borgarlína, hágæða almenningssamgöngur. En á fundi skipulagsnefndar síðast þá voru þessi mál rædd og samþykkt með 3 atkvæðum að vísa erindinu til skipulagsnefndar, eða sem sagt, sem sagt, í niðurstaða fundar skipulagsnefndar var að skipulagsnefnd tekur undir svör svæðisskipulagsstjóra höfuðborgarsvæðisins sem framkoma í framlögðu bréfi og jafnframt ítrekar skipulagsnefnd vilja bæjaryfirvalda í Mosfellsbæ að borgarlínan verði að veruleika. Og undir þetta langar okkur í íbúðarhreyfingunni að taka heils hugar undir og og bóka eftirfarandi. Bæjarfulltrúi íbúðarhreyfingarinnar tekur heils hugar undir í ákvæði bókun skipulagsnefndar borgarlínu. Til að varpa ljós á tilurð verkefnisins vert að geta þess að íbúar í Reykjavík eru nálægt í að slá heimsmet í bílaeign með 620 bíla á hverja 1000 íbúa. Höfuðborgin stendur jafnfætis mestu bílaborgum Ameríku, Atlanta og Houston sem eru hrollvekjandi upplýsingar. Til samanburðar bílaeign í Þrándheimi 400, Stokkólmi og Oslo 370 og í Kaupmannahöfn 230 á hverja 1000 íbúa. Uppbygging almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu hefur lengi setið á hakanum en nú lag fyrst allir eru sammála. Staðreyndir tala líka sínu máli. Árið 1960 fóru Reykvíkingar 238 ferðir í strætó á ári. Árið 2000 hafði þeim fækkað í 66 ferðir. Náðst hefur víðtæk samstaða þvert á flokkslínu innan SSH borgarlínu og mikilvægt að bæjarfulltrúar gæti þess að Mosfellingar verði ekki út undan þegar kemur að uppbyggingu hennar. Svo mörg voru þau orð. Já. Bryndís, Haraldsdóttir, gjörðu svo vel. Þetta bara virkar. Ég ekki stutt á bókan. Já, forseti, við langar líka að taka til máls undir þessum lið og bara í rauninni nota tækifærið og benda þeim sem kynnu að vera að hlusta á gagnið sem undir þessu máli, sem annars vegar bréf frá Trausta Valssyni, skipulagsfræðingi og Þórarni Hjaltasyni, umferðarverkfræðingi, sem að þeir sendu á, ég held örugglega stjórn SSH og afrita á öll sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu og fekk töluverða umfjöllun í fjölmiðlum og það vangaveltur, ábendingar og veikleika sem að þeir héldu fram að væri við hugmyndina borgarlínu hefur fengið töluverða umfjöllun og þarna undir ítarlegt svar eða minnisblað frá svæðisskipulagsstjóra þar sem farið bara mjög vel yfir hugmyndafræðina á bak við borgarlínu og kannski þessi helstu áhyggjupunktar þeirra eru raknir og þeim svara mjög vel. Ég held að sé einhverju 6 blaðsíður eða eitthvað, þannig að það var nú erfitt fyrir nefndin alltaf að fara að bóka eitthvað heildstætt en ég bara tek undir þá bókun sem að nefndin bókaði, því miður var nefnilega gat ekki verið viðstödd þennan fund.
Bara ítreka þetta og ég held að hér hafi verið bara mikil eining svæðisskipulagið sem að allir fulltrúar í bæjarstjórn Mosfellsbæjar staðfestu og samþykktu og hafa staðfest önnur skref sem hafa fylgt í kjölfari í tengslum við borgarlínu. Og mér langar nú bara að nýta líka tækifæri og benda á grein sem að bæjarstjóri skrifaði og birtist í síðasta Mosfellingi sem fór almennt yfir umferðarmál hér í sveitarfélaginu og hversu mikilvægt væri að fara í ákveðnar úrbætur þar að lútandi. Og þá verður auðvitað að horfa heildstætt á málið, að almenningssamgöngur og efling þeirra auðvitað hluti af lausninni, en það er ekki öll lausnin, það er ýmsu sem þarf að huga. Þannig að ég bara fagna því hvað hefur verið mikið samstaða hér í þessari ágætu sveitarstjórn þetta góða mál. Já. Fleiri hafa nefnt hvað sem hljóðs þetta mál, en þú ert búinn að senda bókunina til fundarritara. En orðið er ennþá laust fundargerðina að öðru leyti. Það venju voru mörg mál á dagskrá. Ólafur Ingi, gjör svo vel. Það greinir að þú mistir að því ráðum orðið á það, en það er skilja. Ég hef ekkert sár við þig. Þú ætlar sem að tala borgarlínu? Nei, það fyrst þú nefnir það, þá held ég að það sé búið að segja allt og ég er bara mjög stoltur af þeirri samstöðu sem er í þessu sveitarfélagi, varðandi borgarlínu fyrst þú nefnir þetta. Og mér finnst eitthvað gott sem kom hér fram í máli bæjarfulltrúa Bryndísar að nefna þetta, það er stundum litið á þetta eins og þetta sé eitthvað einkamál Reykjavíkur. En þetta er stórt hagsmunamál einmitt fyrir jaðarsveitarfélögin í höfuðborgarsvæðinu og sennilega skiptir okkur eiginlega miklu meira máli heldur en þá sem búa í 101. Þannig að það er ágætt að því sé haldið til haga. En það sem mér langaði að tala hérna mál nr. 10. Tillaga Samssonar Bjarnars Harðarsonar grænt skipulag. Og það er mér mikið fagnaðarefni að nú hef ég að vinnu auknum krafti við grænt skipulag. En í fjárhagsáætlun þessa árs er í fyrsta sinn gert ráð fyrir sérstakri fjárveitingu til verkefnisins. Þeir fjármunir munu væntanlega vera notaðir til að ráða aðgerðarráðgjafa með sérþekkingu á verkefninu ef ég skil bókun skipulagsnefndar rétt. En hvað er grænt skipulag? Þetta er eins og svolítið verðsvolítið fyrir mörgum og ég skal bara alveg játa það að mörguleiti fyrir mér líka, svona þegar ég heyri þetta fyrst. En þannig að ég held að sé bara nokkuð gott að vitna í orð tillöguflytjanda Samssonar Bjarnar Harðarsonar og hann segir með leyfi forseta: Grænt skipulag er heildstætt skipulag á öllum grænum svæðum sveitarfélaga frá litlum svæðum inn í þéttbýli til stórra náttúrusvæða. Skipulagi felst í að mynda samhangandi svæði og samgöngukerfi nokkurs konar grænan vef innan byggðar sem tengja saman byggðina umliggjandi náttúru og útivistarsvæði, landbúnaðarsvæði, fjöll, vötn, árfarvegi og strandsvæði. Jafnframt að móta stefnu ræktun og umhirðu grænna svæða svo sem skógrækt, vistheimt, landgræðslu. Tilvitnun lýkur. Fyrstu skrefin í þessari vinnu er samantekt og öflun gagna, bæði nýrra og eldri sem snerta verkefni. Einnig að skoða þær áætlanir sem til eru eða er í vinnslu og falla að hugmyndafræði græns skipulags. Þetta mun gefa okkur betri yfirsýn yfir grænsvæði í Mosfellsbæ, þróun, skipulag og bætt aðgengi að þeim. Væntanleg skógræktarstefna fellur til dæmis vel að hugmyndafræði græns skipulags. Stefnan varðandi grænsvæði þarf að vera skýr og markviss. Til þess að stuðla meðal annars að því að við getum eflt útivistarmöguleika, aukið lýðheilsu, styrkt blágrænar lausnir, efla sjálfbæra þróun og vistvænar samgöngur, svo eitthvað sem nefnt. Eftir því sem næst verður komist, þá vorum við hér í Mosfellsbæ að leggja ákveðið brautarendastarf, hér á landi, hvað var það grænt skipulag, þó svo að slík skipulög séu til í mörgum nágrannalöndum okkar. Það er því vel við að hefja þetta starf hér í Mosfellsbæ með alla þessa fallegu og fjölbreyttu náttúru, hér allt í kringum okkur, sem við erum feikilega stolt af og nýtum vel.
Og það er von mín að grænt skipulag verði góð viðbót við núverandi skipulag, bæti lífsgæði okkar Mosfellinga og geri góðan bæ ennþá betri. Takk. Já, ég hef nú sett sjálfa mig hérna á mælendaskrá og hyggst ræða þetta mál sem Ólafur Ingi var að fara hér ágætlega yfir. Þetta er sem mál í 10 sem er tillaga grænt skipulag fyrir Mosfellsbæ. Það kemur fram í fundargerðinni, það var þetta nú verið aldrei lengi í pípunum en nú er komið að því, það var skipað vinnuhópur og þar meðal var ég og Svansson og Úrsula Júnimann og síðan 2 embættismenn, skipulagsfulltrúi og umhverfisstjóri og það var stóð aldrei til að þessi vinnuhópur myndi vinna lengi, heldur svona milli funda nánast. Það hélt 2 fundi, þannig að þetta er aftur komið inn á borðið og það sem skiptir miklu máli er það að hafa, eins og kom fram hjá Ólafi Inga hérna áðan, það er búið að veita fjármagn í þetta þannig að það er hægt að hefjast handa og því verkefninu verður útvistað eins og sagt er, fengið utanaðkomandi aðili til að vinna þessu verkefni. Það var líka að fara hérna ágætlega yfir það hvað þetta þýðir, þetta er svolítið nýtt hugtak, Framsókn gerði það ágætlega í vinnuhópnum hvað þetta er til erlendis en kannski erum við svolítið að ríða væðið í þessum efnum og kannski í stuttum máli, það er grænsvæði í öllum bæjarfélögum, það er mörg grænsvæði hér og þetta sýnst kannski í stuttum máli skilgreiningu á þessu grænu svæðum, svo tengingu með þessar grænu svæða. Og þá vorum við komin að göngustígum og reiðstígum og gönguleiðum meðal annars. Þannig að þetta er bara mjög gott að við séum komin á þennan stað. Og við 3 sem ég nefndi áðan, við höfum nefnilega einmitt verið í starfshópi núna undanfarin misseri allar þær gönguleiðir og stíga og slóða merkta og ómerkta sem eru hér í landi Mosfellsbæjar svona handan við byggðina þegar við nálgumst heiðina og upp á heiðinni. Og við sá starfshópur við nú störfum fyrir nokkru og var gert grein fyrir því hér í bæjarráði og við sjáum það fyrir okkur að það gæti komið inn hérna með formlegri hætti heldur en hingað til hefur verið að komist farvegum fyrir það skilgreina stíga og slóða og merkja það kannski betur heldur en nú er. Hvað verður svo í framhaldinu, hvað verður gert við þetta þegar þessi vinna verður lokið? Þetta er væntanlega það viðamiklar breytingar, ef það verða breytingar, eins og reiðleiðum, að það er breytingar á aðalskipulagi. Og það er nú þannig að oft er það nú upp að nýra kjörtímabili er gerða breytingar ef það er ástæða til og við höfum nefnt það í vinnuhópnum að það gæti verið endanlega lendingin á þessu ágæta verkefni. Ólafur Ingi nefndi líka skógræktarsvæði hérna áðan og vissulega eru skógræktarsvæði grænsvæði. Við langaði aðeins að nefna það í umhverfisnefndinni erum við að vinna að nýrri umhverfisstefnu. Það verður töluverð umræða hvort að skógræktarstefna ætti ekki að vera þar á meðal. Það var líka búið að samþykkja það að gera sérstaka skógræktarstefnu en hérna það er svona ekki komið á lokastigi með það en það liggur kannski í loftinu að skógræktarstefnan verði þá einn liður í umhverfisstefnu sem er núna einmitt í vinnslu. Það verði að dagskrá 2 síðustu fundi og ekki ólíklegt að hún verði á dagskrá næsta fundar í umhverfisnefnd. Ég held ég láti þessu máli mínu lokið og Sigurður Pálsdóttir er búinn að biðja orðið, gerðu svo aðsverum. Já, ágæti forseti. Ég kem hér fram undir sama máli tillaga Samsons Bjarnar Harðarssonar grænt skipulag fyrir Mosfellsbæ. Og það ber náttúrulega að fagna því að það er eitthvað að fara að gera í þessu af því að þetta er náttúrulega þarft og skemmtilegt verkefni
Ég hef hins vegar, og ég hef lýst því áður sko, ég hef áhyggjur af því að það sé verið að búa til svona hatt yfir mjög mikilvæg mál eins og náttúruverndarmál. Ég held að við þurfum að horfa á þessi mál sem hvert fyrir sig og eins með skógræktarstefnuna að sko skógræktarstefna náttúrulega bara sjálfstæð eining sem hefur þá tengsl við grænt skipulag. Það er ekki þannig að grænt skipulag sé eitthvað heildarskipulag sem eða hattur fyrir skógræktarstefnuna, heldur skógræktarstefnan einfaldlega sjálfstæð eining sem þarf að ráðast í að vinna. Það sem ég óttast þegar að hlutir eru settir undir hatt að þá gefist of mikið svigrúm til að ýta hlutum til hliðar og gangi ekki í verkefni sem þarf að vinna. Eins og skógræktarstefnuna og skógræktarskipulagið sem við höfum verið að ræða. Eins eru fleiri þættir sem þarf að kortleggja í Mosfellsbæ. Það þarf að kortleggja votlendi. Það þarf að kortleggja búsvæði fugla. Það þarf að kortleggja náttúruverndarsvæði og ég rak sérstaklega augun í það að það er ekki minnst á náttúruverndarsvæði í þessari upptalningu, bara að tala um friðlýstsvæði og hverfisverndarsvæði. Hverfisverndarsvæði eru oftast einhver lítill hluti af einhverjum svæðum sem er á náttúruminjaskrá eða flokkast í náttúruverndarlögum sem náttúruverndarsvæði. Og svo er það jarðhitasvæðin. Það þarf að kortleggja náttúrufar í Mosfellsbæ og ef allt er sett undir þennan hatt græns skipulags þá óttast ég að þetta eigi eftir allt saman að ganga alveg óskaplega hægt. Og það er líka og það er eitthvað sem að maður hefur náttúrulega reynt í gegnum tíðina að það er eins og að þau mál séu einhvern veginn í Mosfellsbæ á hraða snigilsins. Allavega ég fagna grænu skipulagi en gerum okkur grein fyrir takmörkunum þess og látum ekki aðra þætti sitja á hakanum í nafni græns skipulags. Já, Hafsteinn, þú varst búin að biðja um orðið, gjörðu svo vel. Forseti, ég vil fagna því að vinna er komin á stað við þetta ágæta græna skipulag og vænti þess að það sé fyrsta skrefið á mörgum sem fer í það að kortleggja betur umhverfið okkar hérna í bænum og bara óska þeim sem eru að vinna við þetta verkefni góðs gengis. Takk. Já, þá lít ég svo á að umræði með þetta mál sé lokið nr. 10 en orðið ennþá laust fundargerðina að öðru leyti. Mér langar sjálfan þá að taka til máls hérna. Það er málið með 13, bara rétt að upplýsa hvað það snerist. Titillinn er þessi Bjarkar á 13, fyrirgefið Bjarkar á 12-20, nýbyggingar á lóð. Þetta er kannski frekar kunnulegra undir nafnu Kaupfélagsreiturinn. Þetta er þetta götuheiti, nafn og númer sem niðurstaða var með, var upplýsað að þarna er náttúrulega fyrirhugaðar miklar byggingar og það komu 2 fulltrúar frá Arkitektum sem kynntu þetta mál og það var engar ákvarðanir teknar á þessum fundi
kynntu aðeins ítarlegar heldur en síðast var, þeir eru að koma áður á fundin nefndarinnar og þetta vildi ég sem sagt bara upplýsa hvað þetta snerist. Enginn vill ræða þetta mál, þá var mig að líka fara í næsta mál sem nr. 14, það samgönguáætlun fyrir Mosfellsbæ. Undir þeim lið mætti Lilja Karlsdóttir umferðarverkfræðingur og hún er að vinna að samgönguáætlun fyrir Mosfellsbæ sem það verkefni ekki alveg nýtt af nálinni, en hún kynnti fyrst og fremst svona strætisvagnaplön, hvernig það verður og hvernig það er og hvernig það gæti litið út framtíðinni. En hún er áfram með þetta verkefni á sinni hendi og þetta tengist auðvitað mörgu fleiru heldur en strætóferðum, hjólreiðum og fleiru. Þetta vildi ég nú segja þessi 2 mál, en Ólafur Ingi, þú ert búinn að biðja orðið, gjörðu svo vel. Forseti, bara hérna örstutt af því að við erum svo heppin að hafa hér formann skipulagsnefndar á fundinum. Og bara með örstutt af fyrirspurn varðandi mál nr. 1. Það sem er stækkun á iðnaðarsvæði við Desemýri til austurs og þá breytist aðkomuleiðin í væntanlegt lágfiskari þar sem hún færist austar. Og ég langar því að spyrja hvort ekki sé áfram gert ráð fyrir því, eða hvort það sé ekki ennþá inn í skipulagi, að það verði hægt að aka inn í þetta væntanlega íbúðahverfi í Lágafellslandi að vestanverðu, það er að segja frá Lágafellsvegi. Hvort að þessi breyting hafi nokkur áhrif á það. Það er kannski ofsnúin spurning til þess að spyrja svona óundirbúið á þessum stað, en Það er Lágafellsvegur. Lágafellsvegur myndi þá væntanlega hann liggur áfram frá Lágafellsvegi sem það sem hann er og yfir Lágafellslandið og tengist þá inn á Vesturlandsveg, ef ég man rétt að hann er þannig í skipulagi teiknaður. En sem sagt hverfið þetta væntanlega Lágafellsvegi er austan við þann veg. Já, það er beint hérna spurningu til Lindesar, formann skipulagsnefndar. Hún kemur hér vopnuð korti. Já, forseti. Svo er til að svara að í þessari deiliskipulagsbreytingu þarna þá erum við nýbúin að fara í gegn með aðskipulagsbreytingu. Hún felur í sér að það er tekið ákveðin fjöldi hektara sem ég man nú ekki alveg hvað er af væntanlega íbúðasvæði og gert að athafnasvæði. Samhliða færist vegurinn sem er frá Skarhólabraut eins og við þekkjum það og það stendur alltaf Skarhólabraut hérna á aðalskipulaginu. Þannig að þá hnikast vegurinn til. Þannig að það er eina breytingin og það yrði það væntanlega aðkoman inn í þetta ágæta hverfi. Aðkoman að athafnasvæðinu yrði svo á þeim stað þar sem að Flugumýri og Desemýri skiljast að. Og í rauninni þannig að svo aðkoma sem er nú mikið rætt sem er inn í Flugumýri notar í dag, sömu aðkomu er að Rauðamýri og Grænumýri og íbúðahverfinu hér, hún ætti í rauninni framtíðin að leggja stað og athafnasvæðið ætti eingöngu að nýta þessa hér aðkomu, þannig að það sé hægt að skilja það aðeins að íbúðahverfi og athafnasvæði og í framtíðin yrði svo aðkoma að íbúðaflekanum hvað ég að segja þetta sé austar af Skarhólabrautinni. En hvað með hinn sem á hann ekki verið áfram? Svo ég reyndar, þessi akvegur er hér teiknaður inn á skipulagi gegnum Lágafellshverfi. Þetta er náttúrulega bara seinni tíma, held ég, vangaveltur, hvernig þessu verður háttað þegar við förum í það að skipuleggja Lágafellslandið. Það er mjög líklegt að það þurfi einhverja aðra aðkomu en bara þess að það fyrir þó auðvitað allt eftir hversu margar íbúðir verða þarna og hversu eðlis þær eru. En í rauninni í þessari breytingu þá felst bara það að vera að taka örlítið af íbúðaflekanum, gera það athafnasvæði og leið þá færist þessi væntanlegi framtíðavegur til. Ólafur Ingi, gjörðu svo vel. Maður kemur nú ekki að tóma konum þessum búið sem eins og er. Mér fannst það alveg sérstaklega að hún las líka hugsanir mínar vegna þess að hún svaraði spurningu sem ég var ekki búinn að spyrja, en mér langaði dálítið að spyrja og það var akkurat með þessa aðkomu inn í Flugumýra, hvort að það stæði, mér nefnilega myndi það að það stæði, hefði einhvern tíma verið rætt
að loka þeirri leið þannig að sérst aðskilja þá umferð sem fer hérna í þetta iðnaðarhverfi frá umferðinu í íbúðahverfi bæði Túnunum og Rauðumýri og það. Það er bara takk hérlega fyrir að svara þessu hugsunum. Já, orðið er laust, skipulagsnefnd. 2. febrúar. Nú, enginn kveður sér frekar hljóðs, þá er umræðum þessa fundargerð lokið og ég bið þá bæjarfulltrúa rétt upp hönd sem að samþykkja þessa fundargerð eins og einstök mál bera með sér samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er komið að ungmennaráði Mosfellsbæjar sem hélt fund 5. desember, það er sem sagt á aðvendunni, fundur númer 47 og ég gef orðið laust. Bryndís Haraldsdóttir, gjör svo vel. Já, forseti, mér langar nú bara að byrja á að minnast á það. Það er hér í þessari fundargerð og hef ég séð fleirum að þá stendur bara niðurstaða tvípunktur og ekkert annað. Ég sé stundum á prentuðu úttektum að það getur verið öðruvísi, að það stendur kannski lagt fram. Þannig að það virðist eins og að sé eitthvað svona smá pikkelsi í fundargáttin okkar hvað það varðar. En það var kannski ekki stóra máli og ekki ástæða fyrir ég kom hérna upp, heldur langaði mig að taka til máls aðeins undir lið nr. 2, þar sem að bókast í mér engi sérstök niðurstaða frá ungmennaráði, en mér stóð mjög gott að þessi könnun, sem er sem sagt könnun vímuefnanotkun ungs fólks í Mosfellsbæ, hafi farið inn í ungmennaráð og þau vonandi kynnt sér hana og þetta er auðvitað verið rætt hér á fleiri stöðum í stjórnkerfinu og í skólasamfélaginu almennt. En mér langaði bara, út af því að það er svo ánægilegt að sjá þessar kannanir og það er bara svo ótrúlega glæsilegur árangur, út af við vorum að tala um skólastarf áðan hérna og unga fólki okkur svona að sjá sko fyrstu myndina sem sýnir hvað neysla vímuefna hjá unglingum í 10. bekk hefur farið niður úr því að vera í kringum 38–42% þegar horft er til þeirra sem hafa orðnir drukkið áfengi á síðustu 30 dögum, niður í sko 5% í dag. Og þetta er á landsvísu og þetta er svo ótrúlega mikill og góður árangur og ég er kannski sérstaklega hugfangin af þessu því að ég er nýbúin að vera að fjalla um þetta á erlendum vettvangi þar sem að rannsókn og greining og þetta sem er kallað íslenska módelið er mögulega að fara að verða útflutningsvara og er í rauninni orðin útflutningsvara að það eru aðrar þjóðir að taka þetta upp bæði þá að nota módelið sem rannsókn og greining er að nýta en líka þá að horfa til þess hvað er það sem hvernig næst þessi árangur og samspil mismunandi þátta, íþrótta- og tómstundastarf, samvera með foreldrum, foreldraröltið og allir þessi þættir og ég held að sé bara ágætt stundum að minna okkur á hvað við erum að gera góða hluti í þessum efnum og þá finnst mér líka bara mjög ánægilegt að sjá það að meiri sé að þegar við tökum okkur niður í Mosfellsbæ að þá erum við þar að sýna mjög góða niðurstöðu undir landsmeðaltali. Nú finn ég ekki aftur þessar glæður, þetta voru svo mikið en það er áberandi þegar kemur að þeim sem hafa smakka áfengi hvað Mosfellsbær er undir landsmeðaltali sem sýnir sig að hér erum við greinilega að gera góða hluti í þessum efnum en 7-13 og við megum aldrei gleyma okkur og þetta er svona viðvarandi verkefni að vinna með þetta því að ég hef stundum hugsað til þess varðandi sko foreldraröltið Ég held að það hafi nú svolítið dottið niður, þannig kann nú líka vera af einhver svona samfélagslegum ástæðum að krakkarnir eru kannski minna úti, en þó finnst mér ég hafa tekið svolítið eftir því núna í haust og vetur að sjá svona meira af unglingahópum á röltinu og það sé bara mikilvægt að við svona séum vakandi við því og styðjum og styrkjum foreldrasamfélagið í því að halda áfram því góða starfi sem hefur verið unnið í sveitarfélaginu. Já, orðið er laust, ungmennaráð. Nú, enginn kveður sér ljós, þá er umræðin lokið og ég bið þá rétt upp hönd sem að samþykkja þessa fundargerð eins og einstök mál bera með sér, hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er hér komið að 3 fundargerðum sem eru lagðar hér fram til kynningar. Það er fyrst fundur, svokallaður afgreiðslufundur byggingafulltrúa sem haldið á 30. janúar síðastliðinn, fundur nr. 325. Ég gef orðið laust. Enginn kveður sér hljóðs, þá er sú fundargerð lögð fram. Þá komum við að Sorpu og stjórn Sorpu hélt fund á
skrifstofu byggðasamlagsins föstudaginn 27. janúar síðastliðinn, fundur nr. 383. Ég gef orðið laust. Engin kveður sér ljós, þá er sú fundargerð lögð fram. Og þá var það síðasta fundargerðin í kvöld og það er stjórn Strætó sem hélt fund nr. 280 19. janúar síðastliðinn. Sá fundur var haldinn í Mjóddinni. Og engin kveður sér ljós um þessa fundargerð, þá var hún lögð fram. Og Það er komið fyrir Bryndísi. Fleira liggur ekki fyrir þessu fundi og ég þakka ykkur fundarsveituna og segi fundi slítið. Það er þetta. Hann mætti hann að fund fyrir mig. Komið. Skilja.